Næst Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Já, kæri vinir, takk kærlega ágæta sénefnd fyrir ykkar störf. Ég sé að þið eru mikið að reyna að bregðast við öllum þessum athugasemdum og bæta alltaf ykkar tillögur. Og mér finnst flott þessi leið sem þið hafið náð með þessi kynjalending. Mér finnst hún bara að vera mjög fín og ég held að allir geta fellt sig við hana. Það sem mér bregður við þessi 4% þröskuldur. Mér finnst hann svolítið svona hár, allt í einu bara úr 0 í 4, bara svona sko. Og ég man að þessi ágæti fræðimaður sem kom til okkar talaði að í sumum löndum væri hann 0, eitthvað og í öðrum löndum væri hann eitthvað annað og Ómar hefur fært ágætis rök fyrir því að hér myndi kannski, ef við ættum annað borð að vera innlega svona þröskuld sem ég reyndar í hjarta mínu einhvern veginn ósammála en ég get ekki útskýrt svo vel með rökum, þá held ég það væri næra að annarkvort fara þessa leið sem Ómar talaði að segja að heimilt sé að kveða á þröskuld allt að einhverju, sem mér finnst vera miklu lýðræðislegri líka, þannig að löggjafinn megi þá lækka þetta sjálfur ef hann vill, ef hann sér fram á að geta bara starfað mjög vel með einhver minni framboð. Við getum ekki girt fyrir eitt og annað og svo sagt nei, við megum ekki gera fyrir þetta en við viljum samt að gera fyrir þetta. Þannig að ég held að ég efast nokkuð því að löggjafinn muni taka ákvörðun að lækka mikið með hvað stjórnarskrá segir en akkur að útiloka það sko. Þannig að ég sé ekki að það verður einhvern tímann hættulegt fyrir okkur og við tökum of einarða afstöðu finnst mér með því að negla bara inn 4% allt í einu í staðan fyrir að segja hæst 4%. Þannig að ég væri mjög spennt fyrir einhver þannig aðferð og mér finnst hún væri fín málamiðlun. Þú getur svona fólk eins og ég sem ekki hrifin af þröskuldum kannski sætt sig við það að það sé bara hámark og þá minnst veit maður að það sé möguleiki á því að einhvern tímann verði lægri. Þetta náttúrulega svolítið svona hnjáviðbragðsstemning finnst mér, svona, doink 0,4, þannig að ég svona spyr mig hvort við getum ekki aðeins farið rólegri sakirnar ef þið viljið fara þessa leið, að því mér finnst röksemdirnar í greinargerð ekki það sterkar að það sé eitthvað fullkomlega útskýrt af hverju því allt í einu hækki ykkur 400% eða 1.000.000% eftir hvernig maður horfa. Sko, svo finnst mér svona orðræðilega síðan skulum við ekki tala að við ætlum að fara að selja okkar tillögur eða þær þurfa að vera söluvænlegar eða eitthvað slíkt. Ég held að markaðskerfið eigi ekki við það starf sem hér fyrir fram og við hefum ekki verið að hugsa þetta út frá einhverju samkeppni eða höfða til einhvers markhóps eða neytenda eða neitt, við skulum bara gera þetta vel og við getum og auðvitað vera raunsæ en ekki tala að selja og eitthvað svona, mér finnst það vera svo, eitthvað þá eru kominir okkar plan sem ég held við höfum enga ástæðu til að vera á. Ég hnaut líka það sem Eiríkur benti á með fjölgun þessara kjördæmabundnu manna en ég náttúrulega maður að minna sig á það að þeir þurfa allir að vera með talsvert mikið á bakvið sig, jafn mikið að minnstakosti og hinir þannig að þetta er kannski ekki svo stórhættulegt en ég miklu hrifnar af því að tala hlutfall heldur en tölu, sérstaklega í ljósi þess að ég á þessari breytingartillögu sem hér kom fram að fækka þingmönnum og ég hef kannski sjálf frekar vilja segja bara að þeir ættu að vera aldrei fleiri en 63 eða eitthvað slíkt eins og ég hef nefnt en ég held við þurfum einhvern veginn að taka þessa umræðu hvort eigi að fækka þeim og taka hana opinberlega það þess vegna líka vildi ég vera á þessari tillögu. Þannig að þessi tala er ekki endilega heilu fyrir mér en mér finnst umræðan þurfa að koma alveg upp á yfirborðið. Þannig að það þarf líka einhvern veginn að útskýra af hverju búið að fjölga þessum landsbyggðarbundnu þarna þó að ég veit að þeir séu alltaf með jafn mikið á baku sig. Svo fannst mér Dögg kom inn á áhugaverðan punkt með auðusætin og ég vek athygli aftur á breytingartillögu sem kom frá Líð ef ég man rétt í síðustu umferð að það væri hægt að velja, mér finnst sko fagurfræðilegasta snilldin félast í því að þú getur valið slembifulltrúa. Ef ég myndi vilja úthluta fjórðungi atkvæði minns í að fá einhvern ófrisiðan aðila sem ekki innvinklarinn í þetta flokka baráttukerfi, þá það stórfenglegt og sama skil ég mjög vel þessi sjónarmið auðusætin að þú hafir einhvern veginn tækifæri til að sjá þig á annan hátt en bara velja þá sem eru svo valdsætnir að þeir ákveða að bjóða sig fram. Það allt annað fólk sem ákveður að bjóða sig fram heldur en fólki sem gerir það ekki og ég held að við höfum mjög gott að því að heyra skoðanir fleira heldur en bara þeirra sem ákveða að bjóða sig fram. Þannig að ég væri rosalega glöð að þetta kerfi myndi mæta þessum pælingum þó það væri ekki skrifaðar inn en það væri minnst kosti samrýmanlegt. Og bara aftur ég væri líka mjög glöð að það væri hægt að skoða aðeins þetta fortökslega orðalega með þennan þröskuld. Mér finnst þetta að vera full gróft að því hann mælti nú þessi sérfræðingur sem ég held að hafi nú orðið til þess að þetta kom inn hann mælti nú alveg fyrir báðum leiðum hann sagði að það væri líka rök og sterk rök fyrir því að hafa engan þröskuld þannig að mér er svolítið gróft að hoppa bara beint í frekar háan þröskuld. Takk hérlega.